Á Reykhólum hefur verið mikið dularfullar fjárfestingar undanfarið ár. Fólk hefur verið að fjárfesta í alls kyns óþarfa hlutum, jörðum, bílum, vélum, húsum og fartölvum. Hér á eftir verður fjallað hvernig dularfullur lottóvinningur tengist málinu. Fólk var farið að áreita mig og biðja mig að lána sér pening. Þannig ég vildi alls ekki koma fram undir nafni. Áfram hélt á fólkið og það var sífellt verið að spyrja mig hvaðan ég fekk pening til að kaupa hitt og þetta. Að lokum þá gafst ég upp. Ég eytt öllum peningunum og ég á ekki krónu eftir. Brynjólfur Smárason með jeppa í tugatali, nýbúinn að fjárfesta sér í gröfu. Hann á jetski. Við rjúfum þessa útsendingu til að segja ykkur frá alvöru glæpastarfsemi sem framferir Reykhólahreppi hjá Þorrablótsnefnd 2016. Björn Samúelsson, einnig þekktur sem Bjössi Glæpur, hefur verið að leggja undir sig land á Reykjanesinu. Hver veit hvar hann mun stoppa? Hann svífst einskis og stór hættulegur. Rebekka Eiríksdóttir kennari, bóndi, smíðakennari og starfar með smíði á vegum félagsþjónustunnar fyrir eldri borgara. Hún hikar ekki við að leyfa hverjum sem að nýta sér þjónustuna. Ágúst Már Gröndal skrifstofustjóri, sveitarstjórnarfulltrúi, bankastjóri og heimilisfaðir. Hann með lyklavöld af öllu í hreppnum. Hann hikar ekki við að hleypa hverjum sem inn hvar sem Stór hættulegur. Jens Hansson þykist vera kúabóndi, en við vitum betur. Hann hefur verið að ferðast til Bandaríkjanna til að þvo peninga til að fjármagna glæpastarfsemi sína. Stór hættulegur. Einar K.R. Sveinbjörnsson birtist á Reykhólum í formi leikskólakennara, en við vitum að nafnið hans stendur ekki fyrir Einar Kristinn Sveinbjörnsson, heldur Einar Krimmi Sveinbjörnsson. Ólafía Sigurvinsdóttir rak verslun skeið, en það gerði hún einungis til að þvo peninga fyrir Jens Hansson sem kom með þá frá Bandaríkjunum. Þau hjálpuðu stað í stóra hvítflippamálinu. Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, páfagauka-sölumanneskja, sveitarstjóri og algjört glæpakvendi. Hún þekkt öll Norðurlönd fyrir glæpastarfsemi sína sem einkennist fyrst og fremst að því að selja ólöglegt páfagaukafóður. Jóhanna Ösp Einarsdóttir segist vera tómstundafulltrúi, en í raun og veru hún harðsvíf glæpakona. Hún hefur brotið öll lög sem fyrirfinnast í bókinni. Hún fyrst og fremst ofbeldisfull og glæpasjúk. Saman skipa þau glæpahópinn Nefndina. Nefndin hittist fyrst og fremst á opinberum vettvangum, sundlaugum, skólum, kirkjum og búðum, og þar bruggaðu launráð gegn öllum sem verða á vegi þeirra. Þau eyðileggja eignir fólks, stela þeim peningum, en fyrst og fremst þau óþolandi.